Björgúlfur EA312 kom í fyrsta sinn til heimahafnar á Dalvík í gær. Nýju Björgúlfur sá þriðji í röðinni sem ber þetta nafn en forveri hans á að baki 40 ára sögu. Heimamenn fjölmenntu niður á bryggju til þess að taka á móti nýja skipinu og það mátti glöggt sjá að viðstaddir voru ánægðir með komu skipsins. Jæja Þorsteinn, það bara rekur hver stór dagurinn annan hér hjá Samherja til hamingju með þetta til þess að byrja með. Hvernig tilfinningin að vera búin að fá þennan nýja Björgúlf hingað 40 ár síðan að nafn hans kom hingað? Hvernig tilfinningin? Það var alltaf bara fyrst og fremst montinn, stoltur. Það eins og segið, þetta Björgúlfur nr. 3, sá fyrsti kom 1960 og sá sem kom nr. 2 og hérna fyrir aftan okkur, hann kom í april 1977, þannig það 40 ár þá liðin og vel við hæfi. En það líka annað sem við fórum að velta fyrir okkur, það var hvort það væri hægt að ofhlaða skipið af fólki, því að það eins og það alveg troðfullt af fólki mætt á svæðið á Dalvík. Greinilegt að dalvíkingar eru ánægðir. Já, ég held að þetta skip verði ekki ofhlaðið, ég held að geti farið með allavega heilan knattspyrnuvöll hérna borð, en nei, það ekki. En finnurðu fyrir þessum áhuga heimamanna hérna á bæði? Þú varst með risatilkynningu að hér ætti að rísa fullkomnasta fiskvinnsla í heimi. Ég veit ekki hvort að fólk áttar sig einu svona á því hvað það eru rosalega tíðindi og svo kemur þetta skip. Finnurðu fyrir því að heimamenn áttar sig á því eða bara fólk almennt? Mér eins og sagt, mér alltaf liðið vel á Dalvík hér og innan á fólki hér og fundið, eins og segja, þetta fólk sem stolt af því að vinna í fiskvinnslu og við fiskiðnað og útgerð og sjómenn. Þannig að mér alltaf liðið vel innan á Dalvíkinga og við höfum skilað góðum árangur hér, það að segja fólkið í sínum störfum og að sjálfsögðu erum við gerir það að verkum að maður hefur meiri áhuga en ella á verkefninu og þetta voru stór orð eins og þú sagðir með fiskvinnsluna en nýju en þau munu standa. Það annað skip sem hefur verið að vinna í rauninni í innviðum skipsins heima á Akureyri. Hvernig gengur það allt saman? Já, ég reikna með að við komum nú þessu skip á sjóferðin seinna en það er að segja að við munum ekki kannski klára allt ferlið núna en það er að segja á næstunni, við munum að klára seinna á þessu ári. En þetta er mjög stór verkefni sem er í gangi á Akureyri, það er hjá Slippnum Akureyri og sem mun ljúka einhvern tíðan á haustmánuðum. Og fjölmörg fyrirtæki sem koma að þeirri vinnu síðan hérna heima þó að skipin séu smíðuð í Tyrklandi? Já, við getum sagt bara að kostnaðurinn við það sem við höfum eftir að gera, ef við lítum á kostnað hvað skipið kostar eins og er í dag, að þá eigum við eftir að bæta við 25%. Það er að segja að 25% af heildarverðinu mun verða framkvæmt sem á eftir að framkvæma Akureyri. Þannig að það er mikil vinna? Já, við höfum eftir að fjárfesta fyrir mjög háar tölur. Síðan vorum við nú að sjá bara í síðustu viku tíðindi af því að það væri búið að sjósetta hana Björgu sem fær nafn móðurinnar í Tyrklandi. Það hlýtur að hafa verið, þú varst þarna úti að fylgjast með því eða ekki? Jú, það er að segja ég eins og maður segir, ég hjó á víri þannig að skipið fær á stað en það var að sjálfsögðu stór stund fyrir mig og ég er að sjálfsögðu stoltur af því að það skip er í nafn móður minnar og sem að mér finnst vel við hæfi.
Kristján, þú ert skipstjóri hér á Björgúlfi sem var að koma til heimahafnar. Þú varst að sigla skipinu frá Tyrklandi. Lýstu kannski aðeins þessari ferð. Hvernig lét skipið á stjórn? Skipið lét ákaflega vel á stjórn. Þetta að fengum að vísu blíðu veður, nánast alla leið. Við erum utan kannski 12 tíma norðvestur á Skotlandi þar sem við fengum smá brælu og reyndist það bara ákaflega vel skipið. Hvað breyting þetta fyrir þitt starf? Hún bara gríðarleg, bara alla vegu. Það vekur náttúrulega sérstaka athygli þetta stefni á skipunum eins og þessum 4 systurskipum sem eru að koma hingað til lands. Verið að tala mögulega að það sýni minni mótstöð og noti þar að leiðandi minni olíu. Er eitthvað munur að stýra skipið með svona stefni? Nei, sjálfur sér ekki munur að stýra skipinu en skipið fer í rauninu miklu betur með á móti sjó og það heggur minna í ölduna og lyftist, fer svona hálfpartinn í gegnum ölduna meira. Þannig að þú ert ekki að vinna upp orku eða að keyra skipið upp aftur eftir að stoppa í öldunum. Annað sem vekur svona athygli þessi svona sívalningur utan loftnet og annað hérna hona. Þetta bara veðurhlíf eða? Já, þetta nýjung og það var ákveðið að reyna þetta. Þarna inni er loftnet og radarskannerar og annað sem eru þá bara inni og minnkar þar að leiðandi hættu á bílunum og annað. En það ýmislegt sem á eftir að gera svo sem í skipinu? Já, það á eftir að setja hérna borð vinnslulínu og það hlýtur nú að vera svolítið spennandi og pælingar á bakvið það allt saman. Þetta er allt gríðarlega spennandi. Já. Leiðist þetta ekki neitt? Nei, þetta er allt gríðarlega spennandi. Þá segi ég bara gleðilega hátíð. Já, takk fyrir það. Nei, við erum ekki í gagnaveri. Við erum komin hérna neðan Þilja í nýja Björgúlfi. Getur þú kannski aðeins sagt okkur svolítið frá þessum, snúrum öllum saman. Hvað er hérna að finna? Já, við erum búin að flytja alla tölvur og allan búnað sem býr til hávaða út af viftum og öðru slíku ofan á brúnni og niður í þetta rými sem er hérna undir brúnni. Og hér setjum við þetta saman í einn rekka sem er þá búið að setja saman áður en að hann fer til skipasmíðastöðvarinnar. Búið að tengja hann, innri tengingar og til dæmis í þessum rekka hér það var búið að setja yfir 700 metra af köplum á milli tækja. Þannig að hérna er töluverð hitaframleiðsla af þessum tækjum og við erum með kæliunit sem heldur þá loftinu hérna í kannski 20 gráðum þannig að það fer miklu betur búnað en heldur en ella og við erum þá laus yfir allan hávaðan sem að þessi tæki framleiða úr brúnni, þannig að þar erum við að fá það miklu betra vinnustað. Við heyrum það ég veit ekki hvort að sjónvarpsáhorfendur heyra það er svona suð, það er örugglega ekki gaman að vinna með því eyrunum allan daginn en þessi búnaður hérna, þú segir þetta er sent til Tyrklands til skipasmíðastöðvarinnar og þá framleitt af fyrirtækjum heima á Íslandi? Já, við erum að kaupa mikið af búnað á Íslandi og til dæmis þessi rekki hérna sem er aftan að mig að okkur, hann er framleiddur af fyrirtækinu Nortec settur saman í Reykjavík og svo er bara smíðað utan þetta mjög öflugt kassi sem er þá ekkert opnaður aftur fyrir en að starfsmenn þess fyrirtækis fara að tengja hann þegar svona er komið undir lok á smíðinni. Þarna eru siglingatækin sem eru keypt af fyrirtækinu Brimrunu og það er sama þar, þeir setja hluta til bara búnaðinn saman og tengja, innri tengingar í Reykjavík eða inn á sínu verkstæði pakka svo vel utan þetta og svo er þetta sendt til skipasmíðastöðvarinnar hvar sem hún er, þessi er Tyrklandi og þeir eru líka að senda svona búnað til Kína og til Noregs og það er svona sama hvert þú sendir en þetta er það búið að gera hér áður en þetta fer borð og styttir þá vinnutíman borð í lokatengingum mjög mikið. Finnst þér þetta skipta máli af því að ég heyri það nú að það er 25% af kostnaðinum eftir hérna heima á Íslandi þegar skipið er komið heim. Finnst þér og ykkur þetta skipta máli að eiga í viðskiptum við íslensk fyrirtæki og ef svo er af hverju? Það skiptir miklu máli. Til dæmis hérna að þá er þegar til þekking, mjög djúp þekking á búnaði skipsins.
öll þessi tenging, samtenging tækjanna og hvernig þau virka, þessi tenging öll núna til á Íslandi. Þannig að ef okkur vantar þjónustu þá hringir til því og þá koma hérna menn sem hafa þá þegar reynslu af því að þeir settu að hluta til upp þessi tæki, þeir tengdu þau, þeir prófuðu þau. Þannig að þekkingin þá þegar til staðar, þannig að það skiptir miklu máli. Eitthvað í þessu sem að þú myndir segja að væri einstakt á heimsvísu? Já, það fullt. En af hverju á að taka, sko, það svona líka náttúrulega alltaf gott að vera svolítið ánægður með sjálfan sig, en ég held til dæmis að bara þessi hluti að taka þessi, við skulum bara segja hávaðavalda sem hérna aftan mig, taka þá burtu úr stýrishúsinu og flytja þá hingað niður í betra umhverfi. Það til dæmis nokkurn veginn nýtt og svo erum við með mjög stóra skjá uppi sem að geta virkað eins og 10 litlir eða 1 stór. Þetta hefur ekki verið gert í skipum áður. Fyrir löngu síðan, þá fórst að tala um að þið langaði golfhita upp í brú. Manstu eftir því? Já. Sko, stýrishús á svona skipi það mjög erfitt að halda heitu því að leiður opnar eða gluggi í miklu vindi eða hurða þá kannski kólnar allt niður og það bara þannig núna. Við erum að nota afgangsorku frá vélinni til að hita upp skipið og ég meina, það í sumarbústaðnum mínum, það bara svona plastlögn í gólfinu og af hverju ekki nota það í skipi líka og við erum að gera það hér og það bara virkar vel. Ég veit nú nokkurn veginn fyrir víst að þér var nú fyrst sagt að þetta nú eiginlega ekkert hægt. Já, það allt hægt. Það bara að hafa trú á því að sé hægt. Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, I'm having such a good time, just give me a call. Hvernig upplifun það svona fyrir þig sem bæjarstjóra að þetta skip sé að bætast hérna við og hvaða máli skiptir þetta sveitarfélagið? Fyrir byggðarlagið náttúrulega skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Hérna að koma nýtt skip í flota Dalvíkinga. Hérna sér maður gleðitár falla þegar við vorum að horfa á skipið sigla hérna inn í höfnina. Margir klökkir, fólk klappaði, hló. Þannig að þetta mikla tilfinningar sem að fylgja því þegar kemur svona nýtt skip inn í höfnina hérna á Dalvík og verður áreiðanlega mikil lyftistöng fyrir allt atvinnulíf hérna í byggðarlaginu. Þannig að þetta kannski ekki síst svona það að það sé tekin þessi stefna að við þekkjum það náttúrulega ágætlega að straumurinn liggur á suðvesturhornið og jafnvel umræður erindi fyrir þessi og hinn byggðarlögin að lifa af og þetta allt saman að breytast þannig að það kannski líka þetta sé svona tákn þess að hér sé eitthvað atvinnulíf til framtíðar. Já, og þetta náttúrulega, fólk finnur meiri festu í byggðinni sinni þegar kemur nýtt skip, það ríkir meiri bjartsýni og eins og ég segi, öll þessi gleði, þannig að þetta er mikið fagnaðarefni. Það eru líka gleðitíðindi þó að annars eðlis séu þau hér í Dalvíkurbyggð, bjórböð. Já. Bjórböðin, þau eru einmitt að opna formlega á Árskógssandi í dag, núna á sama tíma og það mjög skemmtilegt að sjá það. Þarna ný tegund af ferðamennsku og þetta svona, má segja, nýsköpun í ferðaþjónustu og verður áreiðanlega mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn þá að koma hérna í byggðarlagið og njóta þessa bjórbaða og þar enda restaurant líka og þannig að það bara allt að gerast hérna í Dalvíkurbyggð. Þannig að það ekki öll leggin í sömu körfunni eins og maðurinn sagði forðum? Nei, það hefur verið að byggjast upp góður ferðamannaiðnaður hérna í byggðarlaginu við þyrluskíðun hérna í fjöllunum í kring og síðan hvalaskoðunarbátar hérna og nú bjórböðin. Þannig að þetta orðið ansi fjölbreytt hjá okkur, má segja. Eftir allir voru búnir að virða fyrir sér nýja skipið lá leið fólks í starfsstöð Samherja á Dalvík þar sem gestir gætu sér á nú nema hverju fiskisúpu enda Dalvíkingar væntanlega besta fiskisúpu gerðar fólk heims og gestgjafar fiskidagsins mikla sem haldin verður á Dalvík í sumar líkt og undanfarin ár.
Á leið okkur frá Dalvíkinni á Akureyri þá komumst við að því að yfir stæði opnunarteiti bjórbaða Kalda í Dalvíkurbyggð. Við látum okkur auðvitað ekki vanta í svoleiðispartí og veittum framkvæmdastjóra Kalda í stuttu viðtali í tilefni dagsins. Hjartanlega til hamingju. Það ansi langt síðan að þessi hugmynd kviknaði. Hvernig tilfinning núna að geta boðið gestum og gangandi í heimsókn og opna þetta formlega? Þetta náttúrulega bara geggjað og bara takk fyrir okkur. Þetta bara búið að vera frábær dagur, æðislegt. Geturðu lýst þessari hugmynd fyrir áhorfendur? 2008 þá fór ég til Tékklands, prófaði bjórböð í fyrsta skipti og ég hef gengið með þetta í maganum í raun og veru síðan þá. Og svo í raun og veru byrjuðum við á fullum krafti á síðasta ári. Byggðum grunninn í október á síðasta ári en byrjuðum í raun og veru bara að byggja fyrir 14 vikum. 14 vikum? Miðja febrúar byrjuðum við að byggja húsið. Það algjörlega bilað. Hvernig í ósköpunum gengur það upp? Við erum með frábæra iðnaðarmenn, alveg einstaklega flotta iðnaðarmenn. Bara allt teymið svo flott, þá eru allir vegir færir þegar þú ert með svona flott teymi í hliðina þér. Og þetta glæsilegt hús hérna að utan að sjá, mér finnst þetta alveg frábært og maður sér að þetta svona klassi yfir þessu hjá okkur. Þið eruð ekkert að fara með þetta í neitt bragga. Nei, þó svo þetta væri stuttur tími, það var engin afsláttur gefinn á gæðum og þetta allt í hágæðum. Þetta mjög glæsilegt hús eins og þú sagðir og í raun og allt sem valið í kringum það bara stór glæsileg efni, bara vel valið. Og það líka gaman að segja frá því að við höfum verið að velja í raun og veru allt bara sjálf. Þannig að við erum ekki með einhvern innanhúsarkitekt, heldur bara að vera að velja þetta sjálf og það bara æðislegt. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur annars vegar þjónustuna við þá heimafólk og innlenda ferðamenn og hins vegar erlenda ferðamenn? Ég held að verði svona 50-50. Ég held að Íslendingar verði mjög stór þáttur í bjórböðum. Ég held það. Þetta ekki, við verðleggjum okkur eins ódýrt og við getum, þannig að allir ættu að geta komast í bjórböð. Það ekkert aldurstakmark í bjórböð. Og svo ætlum við náttúrulega að hafa kaffihús líka í raun og veru. Við ætlum að hafa matsölustað, við ætlum að hafa kaffi og kakó og tertur. Og ég held að ég nánast get lofa því að kaffi hér verði með því ódýrasta sem við sjáum á Íslandi. Og hana nú, stór orð. Já, hana nú. En spaðið hérna, þarna heilsulindin hérna síðan hinum megin í húsinu. Þar eru eins og þú segir, þessi bjórböð. Já, þar erum við með 7 herbyggi sem eru öll úr þar sem bara þessi lokuð herbyggi, þar sem geta verið 2 saman og við notum einstaklega falleg ker sem þú liggur í, sem úr kambalali við. Þar heilsulindi, þar allt annað andrúmsloft heldur en hér. Við erum með gott hljóðkerfi í húsinu, en það verður allt annað andrúmsloft. Það hlýtur líka að vera svolítið gaman fyrir heimamenn hérna. Þetta nú fámennu staður þó að auðvitað tilheyri Dalvíkurbyggð og sé hérna mitt á milli Akureyrar og Dalvíkurbyggðar. En hvernig svona hljóðið í heimamenn? Heimamenn eru náttúrulega svo frábæri hérna og þeir sýna okkur svo mikið stuðning og maður fær svo mikið kraft af heimamannunum. Það svo gaman að geta núna opna veitingastað og fólk getur komið og keypt sér köku, kaffi. Það þarf ekki alltaf að vera áfengi eða eitthvað annað. Mér finnst það bara mikil tilhlökkun hjá heimamannunum.